Þakka þér fyrir þetta, Sigurbjörg, og hafið þið spurningar, þá opin dagskrá fyrir þær núna. Viltu svara? Athugasemdir, já. Og ég ætla að biðja ykkur að stytta mál ykkar og koma hérna í pontuna vegna þess að við erum að taka þetta bæði upp á mynd og hljóð. Einhver? Gjörðu svo vel. Komið sæl, Geir Guðmundsson heiti ég. Ég ætla að varpa fram hérna hugmynd sem að kviknaði hjá mér á fundi hérna niðri í háskóla þar sem að Sigurbjörg og Ólafur Harðarson voru að ræða, og þar varpaði Haukur Arnarsson fram spurningu varðandi þessi upplýsingamál ríkisins sem mjög mikilvægt. Og eins og við vitum þá búum við í örríki og það mjög dýrt að halda uppi þjóðarstofnunum og fleira til þess að miðla upplýsingunum. En það jafnvel ennþá dýrara að hafa ekki þjóðarstofnun eða aðrar upplýsingaveitur. Og þannig að spurningin það bara mjög dýrt að vera í örríki. En við höfum hér á landi sem sagt björgunarsveitir þegar að vástafar fyrir höndum, og það hluti af almannavarnakerfinu, og þessi hugdetta sem kom hann í kjölfarið á spurningu Hauks var þá, fór ég að hugsa, ekki bara þörf á því að búa til svona björgunarsveit upplýsinga þar sem að fólk, sjálfboðaliðar bjóða sér fram sem hafa þekkingu á tölvukerfum og vinnu með upplýsingar, að ná þessum upplýsingum öllum út úr ríkiskerfinu og miðlaði til þjóðarinnar. Ég seti þetta bara fram svona sem hugmyndu sem fólk getur velt fyrir sér. En svo vil ég fá að koma hérna aðeins kannski í lokin og með smá auglýsingu í lok fundarins. Takk fyrir. Einhver annar? Vil ég kannski segja úrsætti og ég endurtekta hérna, það líka möguleiki. Sá möguleiki í lokin. Hérna Sigurður Sigurðsson heiti ég. Ég tala oft þetta efni við fólk sem ég þekki, nýja stjórnarskrá, stjórnlagaþing, og sumir sem hafa ekki mikið pælt í þessu mál, en þeir segja við mig, heldur þú virkilega að önnur eða ný stjórnarskrá hefði komið í veg fyrir hrunið? Og ég hugsa máli og segi nei, ég nú ekkert viss það, en hérna varpa samt þeirri hugmynd á framfæri hvort að það sé ekki hérna alveg upplögð leið til að vinna sig út úr andlegu áfalli hrunsins að skrifa nýja stjórnarskrá, vegna þess að það hefur ju aldrei verið gert hér á Íslandi. Stjórnarskrá skrifuð af fólkinu og hérna, en spurningin var einlega sú, mig langaði að heyra álit Sigurbjargar á því hvort að hún teldi að stjórnarskrá skrifuð af einhvers konar sérfræði teymi eða slíku, hvort að hún væri líkleg til þess að virka, eða hvort að hún teldi nauðsynlegt að almenningur sem mest myndi koma að þessu ferli á einn annan hátt, umræðufundum eða slíku. Við varðandi það hvort að stjórnarskrá eigi að vera skrifuð eða gerð drög að stjórnarskrá af einhverjum hópi fólks sem býður sig fram til þessa verks eða skrifað fólkinu. Ég sé þetta ekki sem annað hvort eða. Ég sé þetta sem ákveðið þróunarferli. Það verða að eiga sér stað samræðufundir, það verða að eiga sér stað stórir fundir þar sem að fólk nær að taka þátt og koma fram með hugmyndir sínar. Það verður að vera vettvangur fyrir fólk til að skrá tillögur sínar til dæmis inn á vefsíður. En engu að síður það verður að koma eitthvað pródukt á einhverju stigi í því ferli, verður að koma eitthvað það plagg sem maður getur litið á sem sáttmála, sem samfélagssáttmála. Þetta í megin atriðum sem við erum að heyra í umræðinni, þetta í megin atriðum þar sem þarf til þess að sé starfhæft gott lýðveldi. Einhverju verður að vinna slíkt plagg og á einhverju stigi verður þjóðin að treysta einhverjum til að setjast niður og gera drög að slíku plaggi.
Það plagg fer síðan í hringferð landið og á fundi og umfjöllun til þess að geta fengið þá meðhöndlun sem nauðsynlegt til þess að fólk geti skilið út af hvað þetta plagg gengur, geti fundið það að þetta sé eitthvað sem að það á hlutdeild í. Og það er síðan á grundvelli þessa plaggs, þá skulum við bara kalla það white paper, samfélagssáttmáli. Það er á grundvelli slíks plaggs sem eru þá gerð drög að lagasetningunni, þar að segja stjórnarskránni. Góðan dag, ég heiti Hjörtur Hjartarson. Sigurður spurði hérna áðan, eða sagði frá því að hann hefði verið spurður hvort að stjórnarskrá hefði getað komið í veg fyrir hrunið. Það er að segja, ef að núverandi stjórnarskrá hefði verið með einhverjum hætti öðruvísi, og ég fullyrði að svo sé. Við bara nefna eitt dæmi og það er þrígreining valdþáttanna. Ef að hún hefði verið betur skilgreind, þá hefðu handhafar framkvæmdarvaldsins ekki getað vaðið svona á skítugum skónum yfir samfélagið eins og þeir hafa gert hérna á síðustu árum. Það er alveg öruggt mál. Og ég vil segja síðan í sambandi við þetta hvort það eigi að vera einhverjir landsfeður sem að semja þetta, einhver nefnd sem að gera uppkast og fari síðan með það landið til kynningar og umræðu. Mér hugnast betur að ef einhver landsfeðra nefnd verður ofan á, hún byrja á því að fara landið og hlusti á fólk. Það sé alveg grundvallar atriði. Og síðan verði búin til drög upp úr því ferðalagi. Takk fyrir. Gott fólk, Kjartan Rolf heiti ég. Langar nú byrja bara að þakka þér Sigurbjörg fyrir svona gott upplegg hérna. Það var mjög áhugavert að hlusta á því. Ég velti fyrir mér þú byrjaði nú á því að tala spurninguna hvort var það stefnan eða fólkið sem brást, og mér fannst þú nú reyndar útskýra það ágætlega að það var auðvitað bara hvoru tveggja. Og mér fannst þú lýsa því ágætlega hvernig árum saman að þá tekst stjórnkerfinu og batteríinu öllu og stjórnmálumönnum einhvern veginn svona hægt og rólega að afkópla sig frá raunveruleikanum og fara að akta eins og þessi hægt að bara diktera hendur í raunveruleika til þess að lifa og hrærast í. Og svo þegar það er ekki lengur hægt að þá gerir maður það bara samt, og það er náttúrulega endaði svona. Hvort að einhver betri stjórnarskrá hefði dögð, ég veit það ekki, en hún hefði örugglega hugsanlega getað hjálpa til. Það sem að virðist nú vanta er þá kannski stjórnmálamenn sem hægt er að kalla til ábyrgðar og stjórnkerfi sem hægt er að kalla til ábyrgðar, og þjóð kannski sem gerir það líka, því að það brást nú augljóslega líka. Við kölluðum ekki þetta fólk til ábyrgðar, þeir voru kosnir aftur til valda, kosningar eftir kosningar, og ég velti þeirri spurningu mikið fyrir mér. Kannski var það bara svolítið kúltúrin allur sem brást hérna hjá okkur. Og spurningi sem er að brjótast í mér er rauninni stjórnarskrán, hún verður einhvern veginn líka að kalla fram betri kúltúr. Þannig að þjóðin sjálf fái bara í fangið einhverja ábyrgð á því hverja hún setur til verka og hvernig hún gerir það, og taki sjálf afstöðu, og sama hátt verður náttúrulega stjórnkerfið einhvern veginn að vera þannig og garði gert að það bregðist á réttan hátt við þeim vilja. Og hvernig það besti gert, það svona væri gaman að heyra vangaveltur það í rauninni þennan þátt. Og hvort að þjóðin sjálf þarf þá að setjast niður og skrifa sjálf stjórnarskrána eins og sumir segja að ég að gera,
það má vel vera að það sé bara góð aðferð til þess, en við sjáum nú líka sérfræðingarnefndir eða valin kulnir einstaklingar sem að hafa greinilega valist mjög vel, geta skila afskaplega góðu verki. Við höfum það til dæmis í sambandi við skýrsluna, mjög gott verk sem hægt að byggja á, kannski hægt að vinna svoleiðis líka í sambandi við þetta. Læt þetta bara duga í bili. Takk. Já, ég ætla aðeins, ég held að Kjartan hafi komið hér inn á mjög mikilvægan þátt sem ég vildi þá undirstrika og ég kannski ekki gert það nægilega vel. En það er ekki bara stjórnarskráin ein sem skiptir máli. Það er hvernig hún er unnin og svo ábyrgð sem samfélagið og landsmenn í heild taka á því hvernig ferli gengur fyrir sig. Það er þessi þáttaka. Ég stundum verið að tala einhvers konar samfélagslæknandi eða samfélagsbætandi ferli sem að hér skiptir máli í endurreisninni vegna þess að það var meira heldur en fjármálakerfið sem hrundi. Það flestir sjá og finna að það hafi átt sér stað einhvers konar siðrof og þá aftur komandi að þessari spurningu sem að man nú ekki hver það var sem var hann upp hérna uppalega hefði hérna kerfið, ef við hefðum haft betri stjórnarskrá, hefði kerfið ekki runnið. Mér finnst þetta kannski ég vil ekki eins og vera spurning það. Mér finnst þetta vera spurning það uppgjör sem þarf að eiga sér stað og það ferli sem við þurfum að fara inn í til þess að byggja upp nýjan svona sáttmála, nýjan samninga milli þeirra sem hér búa. Og ég vil þá bara minna á það til dæmis að Finnar eftir hrunið hjá þeim, þá komu þeir með nýja stjórnarskrá árið 2000. Þannig að það er ferlið sem skiptir mjög miklu máli og hvernig að því er staðið. Eins og ég sagði hér áðan líka, það er enginn einn sem veit hvernig á að gera þetta. Eitt verðum við þó að átta okkur á að við þurfum að koma að þessu með öðruvísi hætti heldur en hefur hingað til gerst, að lög séu eitthvað sem verða til inn á þingi án aðkomu fjöldans. Það getur í raun og veru ekki gengið með stjórnarskrá og nýja stjórnarskrá. Þannig að við þurfum að koma að þessu að miklu virkari hætti og þar með þá taka ábyrgð á henni, en ekki geta vísa bara ábyrgðin yfir á stjórnmálamenn. Aðeins langar mér að segja varðandi viðbrögðin sem hér áttur sér stað fyrstu dagana og vikurnar eftir hrunið, að það verið að tala ég held að það hafi verið að tala hér viðbúnaðaráætlun. Við stöndum okkur mjög vel þegar kemur að vörnum og viðbrögðum í náttúruhamförum, snjóflóðavarnir. Við erum mjög góð í þessu. Hér hefur við verklag sem virkar. Og það er engin ástæða til þess að við getum ekki líka haft verklag sem virkar þegar málið snýr að meira svona huglægum vinnu og huglægri vinnu. Og það sem reynir að hugvit og siðvit og mannvit. Ég ætla þá í sambandi við svona viðbúnaðaráætlun. Ég man eftir því að það fór hér vinnuhópur að staða við ríkisstjórnarinnar sem átti að skilgreina hætturnar sem steðja það á Íslandi. Og það var talað umhverfislys og alls konar utanaðkomandi hættur og ég man eftir því líka að í því var talað efnahagsvá. Og það er í raun og veru svolítið skrítið þegar við hugsaum það að hvað við erum í raun og veru vulnerable, hvað við erum berskjöldi hér úti þegar við höfum alþjóðavæðst og við erum með lítið opið hagkerfi. Að við skyldum ekki vera með viðbúnaðarkerfi til þess að taka hugsalegum áföllum. Og ég veit að til dæmis að þegar áföllin yfir og ég veit að í Bretlandi þá var til fyrirbæri sem er kallað Cobra. Og það er kallað saman þegar hættur steðja að. Ég veit að þegar sprengjurnar sprungu í London, þá var Cobra kallið saman. Þessi Cobra stendur fyrir Cabinet Office Briefing Room og A-ið er herbyggi númer A, nýri í kjallaranum á kabinetbyggingunni. Þar koma meginráðherra saman og helstu lykilpersónur úr þeim stofnunum samfélagsins sem að þarf að reiða sig á, samgöngur og samskipti og fleira.
Þeir koma þar saman til skyndifundar hvenær sem á þá kallað, hvenær sólarhringsins. Þá koma þeir þarna niður, ráða ráður sínum, setja það í gang sem setja þarf og Bretar eru mjög góðir að bregðast við neyðarástandi. Og það var aðdáunarvert að fylgjast hvað gerðist þegar sprengjurnar sprungu. En aftur á móti þá virka kerfið ekki neitt sérlega vel í Bretlandi svona þegar business is as usual. En það önnur saga. Já, Árni Björn heiti ég. Mér langar að spyrja Sigurbjörgu eitt orð og það held ég hafi nú allir hérna á Íslandi eða flestir hafi verið þessi ástíni að stjórnkerfið hefur brugðist og að það hafi verið mikið, þessi vandi hafi átt sér stað bara í stjórnmálaflokkunum og þar hafi vantað eitthvað upp á og ég held að það hafi vantað upp á eitt orð sem hafa fundið út á þjóðfundurum í síðustu nóvember sem heitir heiðarleiki og þetta orð heiðarleika eða hvað það hefur sem sagt algjörlega verið látið afskipt hér í stjórnmálum í Íslandi og í stjórnmálaflokkunum. Þar hefur bara verið þessi klíkustjórnmál og hérna bara hreinn óþverraskapur, lygar og prettir átt sér stað, bara passa sína og komast áfram og ágindin hefur bara átt ríkjum en það hefur enginn talað orðið heiðarleika eða hvernig ætti að boða heiðarleika fyrir stjórnmálamennina eða þjóðina alla og ég held að sé alveg sama hvaða stjórnarskrá við setjum hér ef að fólk veit ekki hvað heiðarleiki þetta hætta að ljúga og pretta og svíkja og náttúrulega miklu meira það heiðarleiki stórt orð og meðan að þjóðin enginn sem að talar fyrir þessu orði hér á Íslandi þá verðum við alltaf í þessum vandamálum og það vaða uppi hér alls konar klúbbar sem að ræna og rupla öllu þjóðfélaginu. Mér langar til þess að Sigurbjörg svara þessu dag. Þakka þér fyrir kærlega. Stórt spurt. Þau stjórnmál sem við höfum orðið vitni að á undanförnum árum hér hafa einkennst af klækjum og leikjabrögðum og þar sem að heiðarleiki hefur verið eiginleiki sem gerir það verkum að stjórnmálamaður gefur færi á sér. Ef hann heiðarlegur og segir satt, þá hann að taka þá áhættu í þessu umhverfi eins og þú lýstir hér að gefa færi á sér. Og við vitum það, kemur mjög vel fram hjá síðahopnum í rannsóknarskýrslunni að hér hefur þrifist og viðgengist í mjög langan tíma algjört virðingarleysi gagnvart reglum og því að fara eftir þeim reglum sem settar eru. Og heiðarleika hefur ekki verið gert hátt undir höfði og það sáum við til dæmis hvernig farið var með regluverðina í bönkunum. Annað sem að ég kannski vil nefna hérna við ykkur, það að margir vildu gjarnan hafa sagt eitthvað hér á þessum árum þegar spennan var hér sem mest. Það eru sérfræðingar, fræðimenn í háskólanum hér sem hafa sagt við mig, berum orðum, ég ákvað á ákveðnum tímapunkti að hætta að vera opinskár. Ég ákvað að fara ekki inn í samfélagsumræðuna. Það bara þannig að ég á börn hérna, þau eru í skóla, ég á fjölskyldu og ég hef áhyggjur af þeim ef að ég fer að tjá mig. Þannig að þetta fólk var að hugsa sín börn og sína fjölskyldur og kaldhæðnin svo að þeir töluðu ekki. Þetta kannski það raddir sem við þurftum mest af að halda. En þeir veldu það að taka ekki þá áhættu út af þeim óþægjendum sem þetta kynna hafa fyrir fjölskyldu þeirra. Á meðan þá verður til sá kúltúr sem þú varst að lýsa hérna að sá kúltúr sem lýsir sér því að stjórnmálamenn þeir höfðu ekki mjög mikið aðhald hvorki frá upplýsingunni né þekkingunni.
Og nú ætlum ég ekki endilega að segja að stjórnmálamenn hafi endilega verið að segja ósatt, en það má segja ansi margt án þess að segja nákvæmlega sannleikann. Og þetta klækjabragða umhverfi stjórnmálana sem hér var og það persónulegu árásir sem menn urðu fyrir í þeim slag kostuðu marga mannorðið. Hér börðust menn ekki með sverðum, menn börðust með orðum og hér urðu mörg mannorðsmorð á þessum tíma og það voru margir sem hreinlega vildu ekki fara inn í þann slag. Og það hvað ég að segja, við veljum okkur stjórnmálamenn á þing og við stöndum fram fyrir því að velja það á lista. Við þurfum að treysta dómgreind þeirra, en því miður hafa prófkjör og hefur stjórnmálalífið verið þannig á undanförnum 20 árum að það ómögulegt að segja eða ráða eitthvað í hvernig dómgreind stjórnmálamanns bara myndum af honum. Vegna þess að allt hefur þetta farið í auglýsingar og auglýsingarspjöld og bæklinga, þannig að við höfum ekki náð að vera í neinu sérstökum samræðum eða tengslum við þann stjórnmálamann sem við ætlum að treysta á þingi. Við þurfum að treysta dómgreindans, við vitum það að fyrirfram ekki alltaf hægt að gera sér grein fyrir hvað kemur upp, en við þurfum að geta treyst því að dómgreind stjórnmálamanna vinni vel og samkvæmt hvaða prinsipum hún vinnur. En því miður þá hefur orðið minna og minna af slíkum tækifærum og það undarlegt til þess að hugsa í svona litlu samfélagi sem Íslandi þar sem samskiptakostnaðurinn þó tiltölulega lítill. Samskiptakostnaðurinn milli stjórnmálamanna og kjósanda svo langt meiri í stóru samfélagunum. Það krísa í Bretlandi núna vegna þess að þeir get ekki mynda stjórn, það vita að frjálslyndir þeir get ekki að fara aftur í kosningabaráttu, þeir ekki peninga fyrir því og ekki verkamannaflokkurinn heldur. Eini flokkurinn í Bretlandi sem hefur efni á þegar farið aðra kosningabaráttu eftir ár íhaldsflokkurinn. Þeir þurfa að leggja mjög mikla fjármuni í samskiptakostnaðinn að ná til kjósandana. Við ættum ekki í litlum samfélögum að þurfa að leggja eins mikinn kostnað í það. Og aðeins á lokum varðandi þennan heiðarleika og klækjabröðin. Það til ágætis setning, þetta ekki bara að byrja núna, það til ágætis setning sem ég stundum vísa til. Það var það sem Winston Churchill sagði ykkur í sinni, hann var svona klækjarefur. Hann sagði eitthvað á þessa leið: Sometimes the truth is so precious that it should always be attended by a bodyguard of lies. Stundum sannleikurinn svo verðmætur, svo dýrmætur að hann ætti alltaf að vera í fylgd lífvarða legana. Takk fyrir. Komið í sæl, ég heiti Helga Björk Magnúsdóttir Grétudóttir, þakka Sigurbjörgu fyrir mjög upplýsandi innlegg og skýra flutning. Ég ætla að stinga hérna niður fótum í greinakorni sem ég skrifaði í skólaverðuna sem varðar stjórnsýsluna og ber yfirskriftina Litla gula hænan fann fræ. Á ferðalagi mínu stjórnsýsluna hefur mér verið vísað úr einni stofnun í aðra, úr einu ráðuneytinu í annað og bent á að tala við forsvarsmenn og lögfræðinga undirstofnana, verið vísa frá einu embætti til annars út og suður frá Heródesi til Pílatusar. Ég hef kannað og skannað undirheima laga og regluverksins og skil nú vel hvers vegna skipulagsfræðingur borgarinnar vildi fremur byggja fyrir mig himnastiga en brýr á milli embætta, nefnda og stofnana stjórnsýslunar. Ef á að takast að byggja upp réttvíst samfélag, land allsnægta, þurfa stjórnendur og forsvarsmenn þjóðarinnar að temja sér þá reglu að gæta hagsmuna fólksins. Fara að eigin lögum og reglum en verja ekki ráðuneytin sín eða flokkin sinn, starfsvettvang eða vinnustaði, skóla og aðrar opinberar stofnanir. Því ger ég þó kröfu á hendur forsvarsmönnum þjóðarinnar að þeir velji sér það hlutskipti að hætta vera meðreiðsveinar, samkeppni og fáfræði, hræðslu og svartgallaraus. Mitt aðal áhyggjuefni í dag, það eru lögfræðingar. Það eru lögfræðingar félagsmálaráðuneytisins
Vinnueftirlitsins, Jafnréttisstofu, sem að forsvarsmenn, flokkana, pólitíkusar, borgarinnar nota. Hvernig eigum við að koma í veg fyrir það að þetta fólk stjórni Íslandi? Ég ætla að biðja þau að svara þessu, Sigurbjörg. Takk. Ég held ég hafi ekki svarað spurningu þinni. Eitt af því sem það vandamál sem koma fram í skýrslunni og í þeim starfshópi sem vann núna tillögur til stjórnsýslunar einmitt hluti af því sem hún nefnir. Það verulega víða pottur brotin í samstarfi milli stofnana og samstarfi milli ráðuneyta. Og það er nokkuð sem þarf að taka á, og annað það sem verulega mikið vandamál, það það að ráðuneytin eru lítil og það mjög lítil geta í ráðuneytunum til þess í raun og veru að vera þjónar almennings. Og ég var að reyna að afla gagna daginn til þess að reyna að sjá hvaða áhrif það hefði haft á vinnuálagið inn í ráðuneytunum, tilkoma upplýsingalagana og tilkoma stjórnsýslulaga. Það kemur í ljós að ég get ekki kallað út úr málaskránni, það ekki hægt að kalla út úr málaskránni fjölda mála eftir þessum lagabálkum. En þessi tvö lög tóku gildi á síðasta áratug, síðustu aldar, það segja 94 minnum og 95, eða eitthvað þar bil. En það alveg ljóst að í kjölfar þessara laga hefur álag á ráðuneytunum stór aukist og mál og gagnafjöldin sem fylgir þessum málum verulega mikill. Að sama skapi hefur kannski ekki verið aukið við til þess að sinna ýmsum öðrum málum eins og til dæmis góðri stefnumótun. Þannig að þetta eitt af því sem að vantar að skoða hér, hvað í raun og veru hefur orðið getu og styrk ráðuneytanna til þess að annars vegar að vinna góðri stefnumótun og hins vegar að vinna skilmerkilega að afgreiðslu mála við einstaklinga. En það þó þannig að afgreiðsla mála við einstaklinga, hún miklu meira bundin við deadline, eða þeir hafa kannski bara ákveðna fjölda vikna til að svara erindum. En það gildir öðruvísi með stefnumótunina, hún fylgir meira ákvörðunum ráðherrans hverju sinni, þannig að það svona meiri stormsveipur þar og sveiflur. Nú, en það sem sagt, það annað sem að vantar verulega í íslenska stjórnsýslu og verður að leggja áherslu á núna, og það það að það eru engin sérstök gildi sem stjórnsýslan ákveður að standa og hafa sem megin prinsipin í þeirra störfum. Þegar ég skoða starfsmannakerfi annarra landa, þá eru þau með yfirlýst gildi, yfirlýst prinsip sem allir vinna eftir. Þetta eru prinsip á borð við heiðarleika, hlutleysi, flokkspólitíska hlutleysi og heilindi. Integrity orð sem gegnugangandi í öllum stjórnsýslum sem ég hef skoðað og starfsmannakerfum allra stjórnsýsla. Íslenska stjórnsýslan hefur ekki á undanförnum árum farið í gegnum neina slíka umræðu. Hvernig ætlum við að standa saman það að vera góðir þjónar almennings, af því það eru starfsmenn stjórnsýslan, þeir eru og eiga að vera góðir þjónar almennings. En eins og ég sagði við okkur hér áðan, það stóð aldrei til. Það var ekki stefnan á undanförnum 20 árum að leggja sérstakar rækt fyrir ríkið. Og þá uppskerum við eins og stjórnmálamenn okkar sáðu. Varst þú ekki næstur? Bara af því að ég nokkar ekki að tala að það. Það bara upp á myndin og hljóð. Já, ég nokkar ekki að mynda það, sko. Snorri heit ég af því að þú bauðst upp á athugasemdir, ekki bara spurningar, þá langaði mig að þetta leiðilegur að koma með nokkrar athugasemdir. Þú talaði þessa þöggun, sko, áðan, sem átti sér stað, sem lýsti sér til dæmis því þegar fólk innan háskólans ákvað að hætta að skipta sér að hætta að tala, hætta að segja sína skoðun á ástandinu. Af ýmsum ástæðum, þá vil ég benda á að það voru alltaf einhverjar raddir sem héldu áfram og þögðu ekki. Og þegar ég hef verið að horfa á hvaða raddir þær voru,
þá er það augljóst að það eru þær allir sem hafa engin völd. Fólk var ekki sérfræðingar, hefur ekki völd vegna menntunar, hefur ekki völd vegna frama í samfélaginu og fyrir mér tók háskólasamfélagið jafnt eins og aðrar valdastofnanir samfélagsins þátti því að þakka niður þessar raddir, ef ekki með því að gera það beint, þá allan með því að taka ekki undir þær. Mér langaði líka að spyrja hvers vegna þú tekur þátt í því sem mér finnst skýrslan gera og mér finnst að rauninni langflestir gera í umræðinu þetta hrun. Það er alltaf verið að tala um einhverja hugmyndafræði sem var byggð þetta upp, það er alltaf verið að tala um eitthvað kerfi sem var verið að byggja upp, en það er aldrei kallað neitt. Hvað heitir þetta kerfi? Fyrir mér heitir það alþjóðlegur hnattrænn iðnvætturkapítalismi. Hvað heitir hann fyrir þér? Mér finnst enginn þora að segja hvað þetta kerfi heitir. Og í þriðja lagi þá talaðu um tvo hluti sem gera tímana í dag sögulega, annars vegar skýrslan og hins vegar handtökurnar á bankamönnunum. Og eins og ritstjórar fréttablaðanna helstu, þá tekur þátt í þessari umræðu að við höfum að bera virðingu fyrir börnum þessara manna og við eigum svo lítið samfélag, þetta fólk er í fjölskyldur og svoleiðis. Þú ert að gleyma því að núna á sér stað massíft kúgun af völdum ríkisins. Ríkið er að kúga 9 einstaklinga, mig með talinn, sem þorðum að stíga aðeins lengra heldur en að halda á skilti í þessari búsáhaldabyltingu. Það er verið að hóta okkur 1 árs til lífstíðar fangelsis. Það er verið að hóta bankastjórum 6 til 8 ára fangelsis. Hvers vegna gleymur þessari kúgun? Og hvers vegna er allir svona viðkvæmir fyrir því að bankastjórar eigi fjölskyldur og mér finnst allir þessi punktar vera nauðsynlegir þrátt fyrir að það tengist stjórnarskrá eða stjórnlagaþing ekki neitt. Þeir eru allir nauðsynlegir í umræðinu um einhverja breytingar. Við erum að tala um einhverja uppgjör, endurreisn, breytingar. Þetta er allt punktar sem er verið að halda niður. Já. Aðeins varðandi völd og áhrif. Það er munur á völdum og áhrifum. Þeir einir hafa völd í raun og veru í lýðræðisríki sem eru til þess valdir, en svo er til annað vald sem er í krafti auðs og peninga. Það vald er ekki alltaf eins sýnilegt. Ég ætla bara að minna bókina Skuggastjórnendur eða Shadow Elite. Hún fjallar einmitt þá stjórnendur sem stjórna á bak við tjöldin. En það er langt með að fara til það hér. Menntamenn, þeir eru frekar í menntinn og þekkingin, hún hefur áhrif. Þeir hefur ekki beinlínis völd, en það getur haft áhrif á völdin. Ég tek alveg undir það með þér. Ég talaði hér um skýrslu viðskiptaráðs. Það voru menntamenn sem voru keyptir af kapitaliskum kerfum bankana til þess að koma með greiningu eða skýrslu íslenska hagkerfið. Þannig að jú, það voru vissulega aðilar, það voru vissulega raddir þarna sem töluðu bæði gegn og voru að gagnrýna, en það voru líka raddir sem voru að leggja blessun sína yfir þetta. Og þarna voru töluverð átök og það voru líka töluverðar hótanir inn í háskólan ef menn voguðu sér að halda sínum málstað áfram. Varðandi hvað þetta kerfi er, jú, það er ekkert vafamál, þetta er kapitalískt lýðræði. Þetta er opið kapitalískt hagkerfi sem hefur hnattvæðist. Annað það að mér finnst þú hafa misskilið mál mitt ef að þú heldur það að ég sé að segja hér að við eigum að fara inn í meðvirknina og draga í land með réttvísina, með réttlætið vegna þess að bankamenni í fjölskyldur. Það var akkurat það gagnstæða sem ég var að vara við. Ég var að segja við ykkur, nú reynir á að við stöndum saman, að við látum ekki leiða okkur inn í þá meðvirkni. Það eiga allir fjölskyldur. Hvort heldur þeir eru búðarhnupplarar, bótasvindlarar eða bankaræningjar. Það sem ég var að benda á hins vegar er það að þetta er langt vandasaman og það reynir meira á hvert og eitt okkar í fámennum samfélögum. Nú, það er ágætt að þú minnist sjálfur á stöðu þeirra sem hér voru að mótmæla. Ég gerði það ekki að umtalsefnu mínu hér í þessari greinminni hér, vegna þess að ég er að tala um það meira út frá því hvort að við eigum og hvað er það sem réttlæti það að við verðum að gera upp hug okkar, viljum við nýja stjórnarskrá eða bara breytingar á stjórnarskrá og af hverju þyrftum við að fá nýja stjórnarskrá. Það voru rökin mín. Ég meina það er heilmargt sem getur tekið þar inn.
ég tók eftir því mitt hérna síðast, kannski ég taki það upp líka þá, að þú spurðir mitt ég heyrði það mitt að þau út í miklum pælingum varðandi ríkið og hvað yfir höfuð réttlætir ríkið og ríkið vald og í ríkinu vald sem hægt svo sannarlega að misbeita. En eins og ég sagði hér, það ekki bara ríkið sem gerir það fólk sem það á bakvið og það fólk sem ýmist sinnir skyldu sínum eða sinnir ekki skyldu sínum. Ég hef stundum verið að velta þessu fyrir með anarkismann. Eigum við ekki yfir höfuð bara hafa ríki, ekki með neitt ríki, bara með eitthvað samfélag. Það eru hugmyndir og hugmynd að vinna út af fyrir sig og það ég held að sé mjög gott að fólk fari mitt í gegnum slíka hugmynd að vinnu og ég held hún leiði alltaf gott af sér. Ég hins vegar þeirrar skoðunar að ef við gefum okkur út fyrir það að það sé hægt að hafa þannig samfélag án þess að þar séu lög og reglur, án þess að þar séu einhvers konar form sem við kallum ríki og ríkistofnanir, þá býður það þeirri hættu heim að þeir sem eru sterkastir og öflugastir á baku tjöldin, þeir taka völdin á kostnað þeirra sem eru veikir eru. Og þess vegna held ég að lýðræði og útfærsla á lýðræðinu verði okkar við eilíða verkefni. Meðal annars vegna þess að við þurfum að standa vörð Já, samfélagið okkar mjög brothætt eins og þið heyrið. Við þurfum að standa vörð minnihlutahópa, ekki síður en þá sem hafa hæst í samfélaginu. Takk. Fyrir ekki að ég glemdi. Ég heiti Haukur Arnþórsson. Ég get ekki stilt mig að koma hérna upp af því að Geir fór að tala opinberar upplýsingar. Það það sem ég hef mestan áhuga á og þið hafi kannski heyrt eitthvað í mér. Ég hef búin að vera með 4 þætti núna á Ríkisútvarpinu áhrif upplýsingatækni á samfélagið og fyrsti þátturinn var algjörlega opinberar upplýsingar og þannig að þetta bara það sem ég hugsa Ég var í 15 ári tölvumála Alþingis og ég hafði með það að gera. Ég fekk þar verkefni sem voru til dæmis að búa til atkvæðagreiðslukerfið, stjórnkerfið, þingsal, gagnagrunnana og öll þau kerfi og þau gerbreyttu að ég held störfum þingsins og gerðu þau opin og sýnilegri og menn leyfðu sér allt annað á eftir. Og ég held ef að ríkið færi að starfa fyrir opnum tjöldum í auknum mæli þá myndi það gerbreyta framkvæmdavaldinu og gerbreyta sáttinni framkvæmdavaldið. Nú það eru nokkur ljón í veginum. Svo ég svari fyrst Geir, þá mitt svar það að það mjög erfitt að fá fólk utan úr þjóðfélaginu til þess að vinna upplýsingamál ríkisins vegna þess að þau eru hluti af þeim embættisskyldu sem menn hafa. Þetta gerðist þannig niður á Alþingi til dæmis að ég var mjög opin augu fyrir því að krakkar út í bæ fengju tækifæri til þess að vinna einhverja hlutaverka ef það skapaðist tækifæri fyrir einkageirann. En það skapaðist ekki tækifæri fyrir einkageirann. Þetta gerist þannig að þetta það sem heitir á ensku re-engineering. Það breytingar á verkferlum sem gera það að verkum að opinberir starfsmenn vinna öðruvísi og skrá það sem þeir gera. Þar með opið hvað þeir voru að gera fyrir almenningi. Ef þú gerir ekki þessa re-engineering, ef þú breytir ekki verkferlum, þá halda þér áfram að vinna þannig að það sé ekki skráð það sem þið gera og þá þarf alltaf einhverja tæknimenn eftir þeim til þess að opna það sem þau raunverulega gerðu. Ég held samt að það sé hægt að gera kannski ákveðna hluti með átaki og ég farin að halda núna þegar 1,5 nokkuð margir mánuðir eru liðnir frá því þessi ríkisstjórn tók við að ríkisgagnagrunnur verði hreinlega að gera sjálfboðavinnu. Það sé bara þannig. Það engin áhuga á þessu, stjórnkerfið algjörlega lama hvað varðar áhuga á því að breyta þessu. Nú, ég ætla að segja í lokin svo að nefna það að þetta algjörlega hluti af starfsháttum opinberra starfsmanna. Það segja að við búum við mjög fámennt ríki, það þýðir það að oft bara einn embættismaður sem veit hlutina. Í fámennu ríki aukin hætta á leynd með við til dæmis fjölmennt ríki eins og Bandaríkin þar sem allt meira mun opið. Vegna þess að í fjölmennu ríki þá eru stórar hópar starfsmanna sem þurfa að vinna saman
það eru teymi og það verður að skrá allt til þess að teymi geti unnið saman. Ef þú ert með einn mann hér, þá er þetta aukavinna fyrir hann að fara að skrá hjá sér. Hvað gerði ég í þessu máli? Hvað hefur verið gert í þessu máli? Hvernig stendur þetta? Allt upplýsingar sem almenningi ber þá að vita. Þannig að þetta hangir saman með breytingum á vinnubröðum í stjórnarráðinu. Það er að segja að það þarf að búa til stærri teymi, það þarf að auka samvinnu, bæði innan ráðuneyta og milli ráðuneyta og þannig að það vinni saman stærri hópar og það séu faglegri vinnubröð og meira skráð. Við skulum muna það að það var ekki bara Hagsýslustofnun sem var lögð niður. Nei, það var líka Hagsýslustofnun sem var lögð niður á síðasta áratug. Hagsýslustofnun í fjármálaráðuneytinu vann að endurnýjun vinnubragði í stjórnarráðinu. Vinnubragði í stjórnarráðinu eru orðin mjög gamaldags og það er mjög aðkallandi að auka samvinnu og skráningu og fagleg vinnubröð og það er grundvöllurinn að því að það sé gagnsæi og við sjáum eitthvað hvað er að skeða þarna. En eins og þið heyri þá get ég tala lengi þetta og ég skal stilla mig. Og að lokum mér fannst þú búin að byrja. Já, góðan daginn, Sigríður Guðmundsdóttir heiti ég. Þetta er eiginlega bara örstutt, ég veit ekki alveg hvort þetta er spurning eða bara svona athugasemd. En við erum búin að ræða mikið forsögu málsins, sem sagt, aðdragandan að hruninu, síðustu 20 ár, hvernig stjórnsýslan hefur verið veikt og kannski spilling vaxið innan kerfisins. Sko, það er einhvern veginn, þetta liggur fyrir, við erum búin að fá þetta í skýrslan liggur fyrir, hún er þarna sterkt plagg, en það sem ég hef raun og veru stærsta áhyggjur af, það er það sem hefur gerst eftir hrun og það sem er að gerast núna. Mér finnst nefnilega þöggunin í samfélaginu í dag vera svo gríðarleg og ég hef mjög miklar áhyggjur af því og ég einhvern veginn, við erum örfá að reyna að halda áfram einhverju umræðu en ég bara eiginlega, eins og ég segi, ég veit ekki nákvæmlega hvort ég hef með einhverja spurningu sko, en mitt aðaláhyggjuefni er hvernig brjótumst við í gegnum sko þöggunarmúrinn sem er í dag. Og það er eiginlega ekki meira. Takk fyrir. Ég er eiginlega að tala það saman. Fyrst ég er búin að biðja orðið þá ætla ég að fá að koma hérna upp. En þetta er nákvæmlega það sama sem ég ætla að tala Við erum hérna nokkuð mörg, einhver af ykkur, sem erum búin að vera hérna að berjast fyrir breyttu Íslandi. Við viljum fá heiðarleika, við viljum fá opna umræðu, við viljum fá að hafa áhrif, við viljum að stjórnmálamenn hlusta á okkur, þeir segja ekki bara á 4 ára fresti eitthvað og svo bara snúa þeir sér í bara margar hringi og gera eitthvað allt annað. Og það sem ég upplifi mjög sterkt þessa dagana að ég verði að selja mig. Ég verði að gera eitthvað sniðugt og þá segi ég til þess að fá einhverja áheyrn það sem ég langar að segja að byrju hvernig á ég að selja mig þegar ég er að tala við fjölmiðla. Já, þú bara að finna upp á einhverju. Er ekki nóg að hafa hugsjónir? Nei, það er ekki nóg. Það er ekki nóg að hafa hugsjónir og hafa skoðanir á hvernig þjóðfélag við viljum. Og mér langar bara að spyrja þig, það er eins og hvort að þú eða þið, ekkert bara Sigurbjörgu, ég upplifi svolítið þannig að þú mátt, ef þú ert með valdhöfunum, tala. Eða ef þú ert, eins og ég satt við hliðina á Jóni Gnarr og ég talaði svona hjartansmál, hvernig staðan er í þjóðfélaginu, nefndi meðal annars Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og skýrslu Seðlabanka Íslands og bara hvernig fólki liði. En eina umfjöllun kvöldið var hey, djók. Svona eru fjölmiðlarnir. Og bara, mér finnst þetta mjög sorglegt, ég bara spáði það hvort að þú upplifir eitthvað svipað. Mér finnst alltaf verið að tala við sama fólkið í fjölmiðlunum. Ok, takk fyrir. Breytingar á heilu samfélagi, það gerast bara ekki á nokkrum vikum eða mánuðum.
ég vildi að þetta væri eitthvað svona quick fix. Það þess vegna sem ég hef áhyggjur. Ég var að segja þenni við ykkur, ég hef áhyggjur vegna þess að það er búið að rækta hér upp einstaklingshyggju. Það er ekki til nein venjuleg umræðuhefð hér á Íslandi. Það er frekar reynt að grafast fyrir stöðu þína, hvernig þú komst að þessu, hvað er í kringum þig sem getur hugsalega verið hægt að pota í og grafa undan þér og gera orð þín ómarktæk. Þetta er samfélagsmein og ég á ekki svar við því annað en við verðum að halda áfram og við verðum að gera okkur það ljóst að það er ekkert sem lagar þetta eins og með einhverju skurðaðgerð eða einhverju quick fixi. Við verðum að halda fram að tala saman. Mér finnst það vera mikið áhyggjuefni þegar ég kom hingað eftir 9 ára dvöl erlendis að upplifa það að það vantaði gagnrýna hugsun í samfélagið. Ef þú varst með gagnrýna hugsun og varst að kryfja eitthvað og varst að spyrja spurninga, þá varstu neikvæður og leiðilegur. Haldið þið virkilega eftir fjölda ára að það taki ekki tíma að reyna að koma sér út úr þessu fari? Ég tek eftir því að fjölmiðlar, þeim er svona tamar að vera alltaf að koma með fréttir. Það er minna greiningar, það er minna góða, djúpa, upplýsandi fréttaskýringaþætti. Það sem málin eru kröfundi mergjar. Það má ekki vera að því, það er komið ný frétt. Við erum búin að búa við það núna að fá eilíflega nýja fréttir og nýja fréttir. Hvernig ætlum við svo að vinna úr þessu? Og það sem ég sagði hér áðan, við erum að hefja hér nýjan kafla. Við erum komið mjög mikið af upplýsingum. Það er sko langur vegur frá því að við séum búin að melta það og taka það inn sem nú blasir við. Það er eitt. Annað er það, á hvað miklu leyti erum við þjálfuð til þess að kryfja þetta og skoða þetta án þess að finnast við þurfa að leysa það leið. Það eru nefnilega engar lausnir til á þessu. Þetta er þróunarverkefni, þetta er ákveðið ferli sem við verðum að fara inn í. Áhyggjur mínar eru þetta að það er mikil einstaklingshyggja sem hér hefur verið ræktuð og í öðru lagi að það verði ekki úthald til þess að vinna breytingavinnuna. Að það verði fólk hraði sig inn í það að fá okkur að bótmála og þá dettur niður allur þrýstingurinn á það að það eru ástæður til þess að breyta samfélaginu og það gerir sig ekki sjálft. Í fyrsta lagi og öðru lagi það er ekki eins og marga til þess að vera þarna úti sem vilja ekki breyta samfélaginu. Þá getum við spurt okkur á því hverjir eru það sem hafa hagað því að breyta engu. Ég ætla að fá að koma með smá auglýsingu svona í lokin. Síðastliðinn þriðjudag var fundurinn út í hugmyndahúsi Háskólana þar sem fólk kom saman sem hefur áhuga á því að þjóðin semji sína stjórnarskrá og setja hana í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég var nú að spurja þar hvernig við færum að því og niðurstaðan var sú að það fyrsta sem þyrfti að gera það þyrfti að komast að umræðum, það þyrfti að safna saman hugmyndum, gera þær aðgengilegar, leyfa öllum hugmyndum að koma fram og það þyrfti raunverulega að stofna ákveðið félag til þess að halda utan slíkt starf og semst það er búið að setja á fót svona undirbúningsnefnd sem er að stofna þetta félag sem hefur þetta markmið að þjóðin semji sér stjórnarskrá og semst að setja hana svo í stjórnlagaþing. Við sjáum þetta sem svona ég fer ekki við þjóðaratkvæðagreiðslu en sjáum þetta sem er svona þrjú skref. Fyrst er það sem eins og Sigurbjörg talaði það er að búa til þessar green paper, það er að segja, safna hugmyndunum saman og finna út hver sáttmálun er meðal þjóðarinnar. Næsta skrifið síðan að kalla saman stjórnlagaþing, hvort sem það er kosið eða valið að handahófis úr þjóðskrá og þar kemur ákveðið white paper sem sérfræðingar myndu svo taka og gera heilsteyptu, rökréttu, skýru texta sem stjórnarskrá sem yrði lagt fyrir þjóðina. Og ég vildi bara láta ykkur vita þessi hópur er að starfum og ætla að kynna stoppskrá núna næstkomandi fimmtudag í hugmyndahúsi Háskólana sem er hérna niður á Grandagarði þar sem gamli Ellingsen var klukkan 8 og það er allir velkomnir að koma og kynna sér það
og síðan vonandi viku seinna verði síðan formlegur stoppfundur þá vantarlega upp í Háskóla Íslands. Þannig að bara svo vitið að þessu. Takk fyrir. Já, gott fólk. Við ætlum að slá botnin í þetta. Ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna og ég ætla að minna ykkur á að næsta sunnudag á sama tíma klukkan 3 þá verður Svanur Kristjánsson stjórnmálafræðingur hér með erindi og ég ætla að biðja ykkur að láta þetta berast og takk fyrir Sigurbjörn. Já, setja alls staðar. Það er okkar von í dag, það er netið. Takk fyrir í dag.